Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Karl Garðarsson. Virðulegur forseti. Völd snúast ekki síst að stjórna umræðunni í þjóðfélaginu. Þeir sem stjórna henni eru í lykilstöðu þegar kemur að mótun almenningsálitsins. Við búum í litlu þjóðfélagi þar sem fjölmiðlar eru fáir og oft á tíðum máttlausir. Í slíku samfélagi getur verið auðvelt að ná dagskrárvaldi, stjórna umræðunni, ná völdum. Telja fólki trú að hvítt sé svart og allt sé í kalda koli. Með því að hamra nú oft ákveðinni möntru verður til nýr sannleikur. Skoðanir okkar mótast aðallega af fjölmiðlum, því sem við sjáum og heyrum. Við tökum á móti upplýsingum, metum þær og drögum ályktanir. Ef við heyrum nógu oft sömu fullyrðingarnar, verða þær oft að nýjum sannleika. Íslenskir fjölmiðlamenn sinna flestir starfi sínu vel og eins vel og þeir geta. Þeir eru þó jafn misjafnir og þeir eru margir. Halda menn til dæmis að Morgunblaðið eða Fréttablaðið haldi ekki fram ákveðnum pólitískum skoðunum eða gildum. Halda menn virkilega að netmiðlar eins og Kjarninn og Stundin hafi ekki pólitískt agenda. Og það er í sjálfu sér ekkert að því. Fjölmiðlar í einkaeigu hafa fullt leyfi til að hafa pólitískar skoðanir. Það er hins vegar okkar alþingismanna að tryggja að sem flestar skoðanir fá að koma fram þannig að almenningur geti tekið upplýstar ákvarðanir. Samfélagsmiðlar, þar sem allir geta tjáð sig, leysa ekki nema litlu leyti vandann. Þar verða gjarnan til hópar háværa einstaklinga sem reyna að stjórna og hafa sem mest áhrif á þjóðfélagsumræðuna. Raddir hinna verða undir. Síðasta ári fyrir hrun var búið að skipta flestum helstu fjölmiðlum landsins á milli tveggja valdablokka. Annari var stjórnað Jóni Ásgeiri Jóhannessyni og hinni Björgólfi Guðmundssyni. Viljum við að fjársterkir aðilar stjórni nær allri þjóðfélagsumræðu á Íslandi, tryggi það að sem flestar skoðanir fá að njóta sín. Hér er minnst á þetta vegna þess að nú er hafin enn einu sinni umræða framtíð RÚV. Nú er fréttastofa RÚV svo sannarlega ekki hafin yfir gagnrýni. En kannski er rétt að staldra við og spyrja, hvernig er upplýstri umræðu best borgið?